Ef henni mætið þið þennan toppliði Fjölnis, en svona eftir 90 mínútur eru þið eflaust svekktir af aðilinn eða hvað? Já, klárlega. Ég líti á þetta sem tvö töpustig. Við vorum fannst mér líklegri meiri partin af leiknum og fengum alveg urmulega margt tækifæri til að ná honum inn, en gekk ekki. Var það bara gæðaleysi fyrir fram á markið eða hvað fannst þér svona valda? Nei, þetta er nú alveg vel útfæra sóknir og þannig ágætis slútt, bara klaufaskapur öðru hvoru og svo er þetta náttúrulega partur á þessu prófefni. Stundum fer þetta inn og stundum ekki. Ég er náttúrulega lánaði með bara að ná að búa til svona mörg færi á móti toppliðinu og vera hreinlega bara með á í köðlunum sérstaklega bara fyrstu 25 mínútur í seinni hálfleik. Fannst mér bara markið liggja í loftinu. En þetta var maður sá samt inn á milli hversu góðir Fjölnismenn eru, því að leið og þeir fengu svona smá sénsa þá eru þeir með gæði til að skora upp úr engu og fengu nokkur færi, það sem að Þórhallur og vörðun okkar bara bjargaði vel. Framistæðan frábær og búin að vera frábær í bara undanförnum leikjum. Já, þetta er búið að vera stígandi í sig hjá okkur. Þetta var mjög solid framistæða í dag og þrátt fyrir skakkaföll, við missum sko 2 hafsenda út af í hálfleik meidda, þannig að við þurftum að breyta töluvert til, en þetta er mjög svona varhugaverð breyting, svona var smá skelkaður að fara út í seinni hálfleik með það á bakinu, en það hafði engin áhrif, raun og bara höfðu varnarmennir ekkert að gera með partur af seinni hálfleik. Unnar kemur inn í hálfleik, fyrsti leikur hjá honum, lítur að vera bara sterkt að fá hann inn í liðið. Já, algjörlega frábært, hann er, maður sá það bara 2 æfingar sem við búin að taka og svo bara beint inn á í einn hálfleik. Sést bara á gæðunum að það tók hann engan tíma að ná takti. Stuðningurinn í dag mjög góður í þessu veðri og hlýtur að vera ánægður með köttara. Já, þetta var frábært að hafa þessi læti og alveg bara sorglegt að geta ekki launað þeim þessa meðvíku með sigri, allavega einu marki, en ég vona að verði áfram alltaf þessu. Smá frí frá deildinni núna, fá leikmenn eitthvað frí yfir Verslunarmannahelgina? Já, frí, það leikur á föstudaginn eftir viku, þannig að þetta er nú ekkert langt frí. Við þjálfararnir erum náttúrulega þannig að tímabilið er eiginlega bara í ákveðnu hápunkti bara núna, þannig að leikmyndir hafa gott að taka sér smá frí líkamlega, en við vonum að menn strax að vera að byrja að hugsa um næsta leik. Takk hérlega.